Hvað ertu að gera í Sierra Leone? Ég var aðstofnur utanríkisráðherra á seinasta kjörtímabili og þriðjungur af framlögunum okkar utanríkismálum fara núna til þróunarsamvinnu. Það er bara staðan. Og ég bara tók ástfóstur við hennar málflokk. Ég er bara alveg heilluð á honum og ég eiginlega eyddi mestum tíma púri í þróunarsamvinnu af öllum mínu starfi í utanríkisráðuneytinu. Ferðast meðal hans og heimsótti Sierra Leone, Úganda, Malaví, Kenya og bara var mjög djúpt svona inn í þróunarsamvinnu á þessum árum og svona þegar fer í utanríkismálanefnd og verið formar utanríkismálanefnd og ég bara haldi þessu áfram. Bara að einbeita mér að þessum málflokki. Þú varst heilluð af Afríku. Þetta eru Afríkulönd sem þú að tala upp hana. Ég fekk svo mikla Afríkubakteríu. Já, ég með það líka. Já, það ekki. Það er annað hvort ég er bara heitt fólk sem var bara, þú veist, en ég fann lendi núna Sierra Leone, þá bara fann ég hvað ég var einhvern veginn bara hæpt, sko, ég bara misti þetta lyktin og maturinn og hljóðinn og litirnir og þú veist. Það er eitthvað gleði í loftinu þarna á þetta, sko. Sumstaðar. Ég hef náttúrulega ekki komið, ég hef komið í flóttamannabúðir í Úganda, flóttamenn frá Súdan, stærstu flóttamannabúðir í heimi. Þannig að, þú veist, ég er ekki að segja, ég er ekki eitthvað orðið spennt að fara til Kongo og Súdan, sko. Þetta er allt annað. Malaví, til dæmis þar sem við erum með sendir á er eitt af þessum svakalega friðsælöndum í Afríku. Einmitt. Þetta er náttúrulega það sem maður fattar þegar maður fer að fara Afríku, hvað þetta er gríðarlega stór heimsálfa. Já, og margir. Og við erum næstuði með einhverja svona alhæfingi eins og þessi eitt land, sko. Ég bara svo Kanadi gerum Evrópu alltaf. Europeans, sko. Einmitt. Afrikans, við erum í þessu, sko. Já, munurinn, nú hef ég verið í sko þó nokkrum löndum, ég bara síðast ári var ég 2 í Suður-Afríku og 2 í Tansaníu og munurinn þar er sko í Suður-Afríku, þú vilt ekki að fara út á kvöldin. Það er bara, þú veist, þú finnur fyrir ofbeldisfullu historíu og meðan að Tansaníu er einhvern veginn, það er engin eitthvað svona hrottafengin saga, það er bara allt annað mál, sko. Já. Gjörólíkt. Ég mæri með Sierra Leone. Við vorum opnaðar þróunarsamvinnu sendiráð og þetta er 6 tíma flug frá Brussel. Okay. Þú veist, þetta er bara sama tímabelti okkar, sko, og það er bara ótrúlega merkilegt komanda. Þetta leiði mig út í kannski það sem, svona eitt af því sem ég langaði svolítið að ræða sem er þetta svona menningarstríð og þetta þú sér til þar að hafa tekið ástfóstur við þróunarsamvinnu. Já. Og þetta tala Afríku. Það er ákveðin hópur af fólki þarna úti sem hefur verið svolítið hávær, sem svona maður hefur tilfinninguna næstum því, sko, ef þú ert með ákveðnar skoðanir, þú veist, hægra megin í pólitík, þá sérstu bara ekki mannvinur og eiginlega bara svona mannfjandsamlegur. Hvað finnst þér sko eiginlega og bara, þú veist, og síðan er það kannski oft nákvæmlega þetta fólk sem er fyrst til, ég menna nú þú lendi bara aðkasti og svona og þá er það akkurat þessi hópur, sko. Já, það fer oft saman, þetta fólk sem að gefur svo út fyrir að vera svo ofboðslega umburðarlynt og kærleiksríkt að og svona útrópar einmitt mann fyrir að vera ekki mannvinnur og að maður sé einhvers staðar á fjandsamlegu pólitísku litró eins og þú segir sjálfur að það er akkurat þetta oft sama fólk sem að sýnir alveg svona yfirmáta svona andfélagslega hegðun og bara alltaf því óbildsfulla. Hvað er þetta? Þetta er bara einhver uppsöfnu reiði, kannski aðgerðarleysi, mann hefur stundum vist það í þessum hópi, að það sé að vanti kannski einhvern svona tilgang eða einhvern svona fasta í líf einhvers hluta þessa hóps. Það er náttúrulega, ef við bara tölum heima, þetta er náttúrulega ekki mjög fjölmennur hópur. Þetta er fámennur hávær hópur. Einmitt, og maður eru tilfinninguna að það sé svo rísastór einhvern veginn, það er bara stærstur hluti af Íslendingum. Er bara svona venjulegt fyrir eitthvað umburðarlynt fólk sem að, þú veist, er bara eitthvað að pæli að fara með börnin sinni í skóla og ná borgarreikninga og, þú veist, gera eitthvað skemmtilegt þegar á frítíma. En þjóðfélagsumræðan er svolítið lituð af þessum pólum. Og þessi tilteknu hópur, hann svona að mínum að þið hefur svolítið sölsa undir sig að því að það eru bara svona hinn venjulega manneskja, ég held hún vit alveg að þú myndir segja bara hverjir eru það sem þú vilt ekki lenda í á netinu, þá vitum við öll hvernig við erum að tala um. Við getum bara nánast nafngreint á. Nánast. Sko. Við getum verið með okkar eigin svartalista. Nei, já, það er alveg þannig og þetta er bara sömu reglur og gilda bara í grunnskólanum og allstaðar þar sem við verum við svona eineltisbelgjum.
Þetta bara þessi sama hegðun. Þetta þessi ofstopi og þessi þörf til þess að þagga niður í öðrum og tróða niður annara skoðana á grunn til þess að maður hafi rétt fyrir sér eða maður hafi einhvern rétt á meira plássi eða rými í samfélaginu. Og ég hef bara aldrei verið mjög móttækileg fyrir þessu. Það var stundum grínast með það í minni fjölskyldu. Ég nefnilega hljópið bekk, hljópið yfir ár í grunnskóla. Og það var mælt mjög eindriði gegn því, að því að bæði því ámæli 20. desember og svo ég svo svakalega lágvaxin. Að mömmu minni var ráðlagt mjög að gera að íta ekki svona mikið á þetta, en hún var ótrúlega ákveðin. Það var þegar skólarnir voru tvísatnir og þetta var bara smá byggs og vorum í skóla hverfis og hún vildi ég fylgdi systur minni og svo var ég bara svakalega bráðþroska og svona svolítið langt undan og mikill lestrahestur. Og það svo oft, við hlægjum að þessu svona í seinni tíð að það hafa verið þessar áhyggjur mér að því að sannarlega var ekki tekið mjög vel á móti mér þegar ég mætti beint úr 3. bekk í 5. bekk í grunnskóla og ég var bara ennþá algjör krakki og þær voru byrjað að skvísast upp bekkjarsystur mínar og ég fekk ekki boðið í afmæli og það gerði svona eitt og annað og ég bara fór og rukkaði það lítur á týnstina eitt afmæliskort og ég var bara það mjög erfitt að leggja mig í einhaldi ég ekki mjög móttækileg fyrir því. Stóðstu bara fast á þínu? Já, ég stóð bara fast á mínu og Er þetta meðfæddur karakter eiginleiki? Já, ég held það nú ég glímdi við mikil raddbandavandamál þegar ég var krakki og mamma og pappi fóru með mig á milli lækna á hana uppgötast hvað var að mér og það var nú einn háls- og eyrnalæknir sem bara vildi meina að ég væri bara mjög ákveðin og notaði til þessu röddina þannig að ég hef alltaf verið svona, þú veist en svo ég líka miðjubarn og þau svona eiga til að reyna að taka meiri pláss með einhverjum hætti svona taka öðruvísi pláss. Já, svo ég bara fætt með rosalega mikla réttlætiskennd. Kennarar hafa alltaf sagt það við mig gegnum tíðina. Ég hafi rosalega mikla réttlætiskennd. Og ég bara hef ekki verið til að láta allt yfir mig og ég hef bara mikinn áhuga á því hvernig samfélagi við búum í. Ég hef mikinn áhuga á að hafa áhrif á það. Ég byrjaði að taka þátt mjög ung í unglegastarfi í pólitík til þess að hafa áhrif. Ég var reyndar áður en það gerist, þá var ég nú byrjað starfa við og svona hafa áhuga og sækja fundi hjá UNICEF og UNIFEM heima sem voru með svona tengingu við alþjóðastofnanir og sérstaklega varandi málefni kvenna. Þannig ég hef alltaf haft mikinn áhuga á þessu held ég. Var þetta málefni kvenna? Það hljómar svona, þú veist, einhvern veginn aftur þessar stereotypur sem var að koma með núna. Já. Það er svona konur sem að segjast vera sem mest að pæla í málefnum kvenna og skilgreina sem feminista. Ég hef að þú væri bara svona vond í þeirra huga. Já, og það er enginn eins vondu við mig í umræðinu eins og konur. Ég ætla bara að segja það, ég er ekkert að vælenda í. Ég trúi því. Já, ég get alveg tekið því. Og þetta eru konundar sem eru fyrsta til að kaupa konur eru konum bestar bólin. Það eru alveg mættastar með bólin, gott ef það er ekki með tattoo líka. Og síðan það bara alveg konstant niður yfir á konum sem eru þeim ekki nákvæmlega sammála og eru jafnvel kannski til að gefa kallmönnum aðeins meiri frípassa, sko. Þú veist alveg bara, sjálfur að feta þessi fótspor sem það eru alltaf að saka alla aðra Þannig að þetta hefur verið svolítið merkilegt fyrir mig að því að og ég er svona ofta að hlæja þessi með sjálfur mér að þegar ég var krakki og bara alveg fram í bara háskóla þá fór ég alltaf svo töðunar á strákum og ég, þú veist, ég átti alltaf stráka vini, ég segi það ekki en það voru svona, þú veist, þessi típisku svona fótbolta strákar, svona fyrirferða miklu strákar þeim fannst ég bara ógeðslega frekk og leðileg og þeir voru alltaf að láta mig vita því að ég væri feminista belja og ég væri ofhávær og ég væri of frekk og hvort ég hefði minkað í þvottavélinni og allt þetta og svo er það svo skrítið að svo fyrir ég að vinna og svona fylgja því sem ég trúa á og meðalans berast fyrir réttindum kvenna og jafnrétti og jafnréttastöðu og þá mæti ég svo furðulega andstæðu frá ákveðnum hópi kvenna en finn hvað ég fæ mikið hljómgrunn mikið að kallmönnum þú veist þetta er einhvern veginn öllu snúð á hvolf sko Ég skrifaði æfisögu Jónínu Ben Já, þekkti hana nú Já, og hún talaði rosa mikið þetta með þess að ég skil ekki allar þessar konur sem alltaf að tala að það er að hampa konum. Þú veist, nú ég valin viðskiptakona ársins í Svíþjóð. Ég er búin að reka fyrirtæki eftir fyrirtæki. Þessar konur hata mig. Þú veist, af því ég er ekki alltaf með sömu skoðun. Já.
Já, það er ekkert alltaf fögnum fjölbreytileikanum, sko. Það ekkert alltaf við. Alls ekki. En skemmtilegt skulum nefna Jónu Ben, því að ég gerði svo fræg að ég fór í detox til Jónu Ben. Upp á Reykjanesi eða Pólland? Nei, upp á Reykjanesi. Já, okay. Það var eiginlega mamma mín sem að þær voru alltaf góður vinkonur frá fornu fari. Mamma var alltaf að æfa hjá henni og ég var svo heilsulaus að því ég er með svo mikið mígreni. Okay. Og það var að fara að íþyngja mig svo mikið í námi, þú veist, ég bara áttur svo erfitt með að læra og ég var svo mikið sjúklingur og það var margt búið að reyna og mamma sem er sjálf með migreni og búin að reyna margt og þetta var eina sem dugði, hún bara hreinlega skráði mig í detox hjá Jónunum. Það var ekki góða ráðið? Það breytti lífið mínu. Það er svoleiðis? Já, það breytti lífið mínu. Varstu 14 daga í... Ég var 12 daga. Ok. Ekki 14, ég þoldi ekki við eina helgi til viðbútar, ég fór heim á föstudegi, minnum ég í staðan fyrir sunnudegi eða eitthvað, eða lögudegi í staðan fyrir mánudegi, mann hvernig það var og þetta bara breytti lífið mínu. Ég þurfti þetta, þú veist, þetta veit ég og við migrænisjúklingar vitum hvað áhrif mataræði hefur, en þú bara samt þarft að alveg sjá það, skilur, svart og hvítu. Það er búið að taka allt út mataræðinu og þú ert bara að borða eitthvað alveg viðbjörnslegt og reynt, sko. Ég er rosalega matund, þetta var ofboðslega áskorun fyrir mig, en ég fekk ekki migrænikast í hálft ár. Og það hefur ekki gerst, sko, frá því mér rekut minni til. Ég man eftir mér frá því ég er svona 5 ára, sko, með mikið migræni. Þannig að, já, Jónuna heiti Ben, sko. Ég man að ég var að horfa á fólk labbaðan út frá henni að lagast af alls konar kvillum. Og það var mitt svona eitt að ég held sko að þú þekkir aðeins þau sem er að reyka Greenfit. Já. Já, þau eru búin að lenda svolítið í landlækni. Já. Jónína lendi mjög illa í landlækni. Já, ég man eftir. Mjög illa og ég man að sko, að því hún reyndist mér það vel að mér rann bara blóðum til skildunni. Ég var farin að senda pósta á landlækni bara að segja þið verði að hætta að leggja hann í einelti. Það var agalegt að því nú Jónína, þú veist, var breysk kona og allt það, sko. Já, bara eins og öll, sko, en þetta var bara ljótt. Það var ljótt hvernig hvernig svona af því að hún var ekki menntaði læknir eða eitthvað svoleiðis, það var bara alltaf verið að reyna að leggja stein í göttunum. Já, og með fullri virðingu fyrir læknavísindunum og og ég er nú ekki mikill talsmaður einhvers kukl, sko, en það sem að Jónína var að predika og tala fyrir eru bara líka mjög gömul, góð og reynd vísindi og ég hef nú aðeins verið að taka upp málefni sem að varða landlækni á þinginu og það eru þetta og ofbúslega ríkt í þessu kerfi, í þessu heilbrigðiskerfi okkar, það eru svona mikla kreddur og fordómar og svo er svona, þú veist, svona hópar fólk sér saman og stendur þétt saman ákveðna stéttir og er ekkert ofbúslega kannski opinn fyrir nýjungum og einhverjum öðrum annarri nálgun og breyttum leiðum og við höfum þetta, þurft að fylgjast með sorgarsögu og raunum fólks í baráttu við heilbrigðiskerfi, íslenska heilbrigðiskerfið af því að það hefur ekki viljað hlusta og fara á milli lækna og ekki fengið einhvern veginn bót sinna meina. Ég get bara sagt að minnst að kosti fyrir mig, ég hef bara fengið frábæra þjónustu í íslensku heilbrigðiskerfi meðal annars við mínu sjúkdómi, ég er með migræni og er á lyfjum, ég er daglega á lyfjum til að reyna að halda sjúkdómnum skefjum, en þetta algjörlega sneri við mínu lífi, þessi reynsla og hafði bara ótvíra áhrif á mína heilsu til hins betra, sko. Einmitt, og þetta er sko að því að talandum að þetta sé nú ekki kukla, er það ekki bara er það hvort það er bara Hippokrates, var ekki Hippokrates? Er það ekki faðið læknavísindanna eða rugla? Held að sé Hippokrates sem sagði bara látið matinn vera meðalið ykkar. Já, einmitt. Og ég held að við séum bara komið með það sko yfirgnæfandi magn af upplýsingum að við vitum að það hvað við erum að borða hefur mikil áhrif á heilsun okkur og það hvernig þegar ákveðnir hlutir gerast í mataræði Vesturlanda byrjar svolítið í Bandaríkjunum svona 1970-80 að þá bara byrja að rísa allir lífstilsjúkdómar og sér ekki fyrir endan á því og minnst svona einhvern veginn ég sé að ungir læknar og hjúkrunarfræðingar eru virðast vera einhvern veginn að nálgast þetta með dálítið öðrum hætti miklu heildrænna og einmitt pæli næringu. Já, en svo hefur maður alveg líka hitt á svona gamla þú veist, svona gamla reynda heimilsrækna sem eru bara algjörlega á þessari línu, sko. Þannig ég held að sé alveg það er ekkert að það alhefa. Nei, allir gangur því, en landlæknisembættið getur auðvitað að vera alveg svakalega þungt og ég nú verið að reyna svona reka erindi fyrirtæki sem að eru nú bara hvart yfir útboðsháttum hjá embætti landlæknis, bara svo dæmis í tekið, sko, að hvernig þau vera einhvern veginn handvelja fyrirtæki til þess að vera í þjónustu við ríkið, til þess að þjónusta ríkið fram hjá þetta lögum útboð
og skyldu til þess að gæta jafnræðis. Þannig að það er auðvitað pottur brotin þar eins og allstaðar annars staðar hjá hinn opinbera og maður það bara, það er bara stór hluti af vinnu okkar þingmanna er þetta aðhald, að vera svona garfi í þessum málum og kalla fram upplýsingar, þannig að ég hef tekið því mjög alvarlega. Hvað myndirðu segja ef ég færi í stóru myndina? Ég svolítið vera svona eftir því sem er eldri, þá ef ég færi stjórnmál núna þá myndi ég vona að ég hefði hugrekki til þess að segja bara það þarf bara að skera alveg rosalega mikið niður á ríkinu. Alveg rosalega mikið. Alveg bara svona meira en þeir sem segja það sé mikið segja, sko. En ég gerir mig grein... Þú bara argentínski... Ég er svolítið, alveg ángríns svolítið, sko. Að ég skil það að auðvitað ef þú ferði í stjórnmál og ef þú ert í stjórn, að þá er ekki auðvelt að sko leið þú ætlar að fara að skera niður munu sömu stofnanirnar ráðast á þig, sko, og þær munu berjast með kjaft og glóm. Ég meina, Landspítalinn mun koma með deyjandi sjúklinga í fjölmiðlana, tala nú ekki ef þú ferð eitthvað að ýta við fjölmiðlunum og RÚV, að þá er ekki víst þú fáir góða umfjöllun þar og svo framvegis. En, ég meina, nú ert þú í Sjálfstæðisflokknum. Ég var með Bjarna Ben daginn og hann sagði mér það bara þegar ég var nýkominn inn á þing, þá var ég að tala um að það að fækka stofnunum og nefndum hjá ríkinu og nú sit ég fyrir að ramaði öllum þessum árum síðar og ég fæ svona næstuði, ég man ekki hvernig hann orðaði þetta, sko, það er einhvern veginn næstuði óraunverulegt að við séum enn að tala um þetta. En nú er hann búinn að vera í ríkisstjórn mjög mikið og mjög lengi. Er þetta eitthvað svona tregðulögmál sem er ekki hægt að vinna á eða hvað? Já, tregðan er sannarlega mikið. Og að þú segir að þú vonast til að hafa hugrekki, þú þarf sannlega að vera hugrekkur, því að staðan er auðvitað svo að þriðjungur launþega eru opinber starfsmenn í dag. Þannig að það fyrsta risavaxin útgjaldaliður sem við erum í vandræðum með hjá ríkinu og bara hjá opinbera, þetta er ekki síst hjá sveitarfélögunum reyndar, það er launakostnaður og við erum bara að drukkna í ríkisstarfsmönnum og okkur er alltaf sagt að þetta séu bara hjúkkur og löggur, kennarar, og það er bara ekki rétt sig, það er ekki rétt. Það er nefnilega bara ekki rétt. Nei. Ég tek það fram. Ég er mjög hlynntur öllum mikilvægu störfunum hjá ríkinu og öllum störfunum sem snúa að grunn þjónustun okkar. En það er bara búa til svo mikið af störfum sem eru óþörf. Það er bara þannig. Og ég hef verið að kalla þessar upplýsingar mjög markvisst fram í þinginu. Hefur gengið smá erfiðlega stundum að galdra þessar upplýsingar fram, en það sýna þetta bara svart og hvítu að þetta er ekki rétt. Vissulega hefur okkur auðvitað fjölga og túristum er fjölga þar leiðindi auðvitað í löggæslu og þungi þar. Sömuleiðis heilbrigðis starfsfólki hefur auðvitað fjölgað mjög mikið og við viljum ekki þeim fækki, sannarlega ekki, og þjóðan okkur er eldast með tilhæðandi áskorunum. Það er bara ekki stóra vandamáli. Stóra vandamáli eru þetta miðjulag, þessi yfirstjórn og þessi stjórnsýsla sem hefur þannist út. Þrátt fyrir allar góðu breytingar sem við hefum gert til dæmis varðandi stafvæðingu. Við hefum verið að stafvæða mikla opinbera þjónustu en störfum hefur verið ekki fækkað á móti. Og ég hef verið að taka þessi mál gjarnan upp, meðal annars lagt fram í 3. og núna í 4. skiptið mun ég leggja fram lög til þess að breyta lögum ríkisstarfsmenn til þess að gera það auðveldara að hreinlega losa sig við þá og reka þá. Af því að það er bara ofboðslega erfitt að segja upp ríkisstarfsmennum í dag, þeir eru bara æviráðnir, þeir hafa svo ofboðslega rík réttindi og þó að við breytum þessum lögum eins og ég vil að við breytum þá eru samt með rosalega rík réttindi áfram, það eru stjórnsýslulögin og embætti umboðsmanns Alþingis og þeir hafa bara mjög rík réttindi. Ég er ekki að tala um réttindasvipt og opinbera starfsmenn, en fólk sem vinnur hjá hinn opinbera, eins og það er orðið samansett í dag og eins og það er orðið stórt batteri, það þarf ekki á einhverju brjálæðslegri vernd að halda gagnvart pólitískum afskiptum. Þess vegna voru þessi réttindi sett á til að byrja með. Við erum með lög sem eru í grunninn ríkisstarfsmenn frá 1954 og við höfum ekki umbylt þeim. Eins og hefur gæst eiginlega alls annars þar í Evrópu þar sem að þessi lög hafa verið að færast bara til þess að vera í áttinni því að bara vera hefðbundin og venjuleg vinnumarkaðslög. Og það er ekki svoleiðis á engamarkanum að það sé bara daglegt brauð að sé verið að reka fólk og henda því út á götu. Það kostar. Sko, munurinn er samt gigantískur í bara til dæmis eins og mínum geira þegar ég var að vinna på Stöð 2. Já.
það voru sko það mikla breytingar hjá 365 og sín og hvað þetta hét allt saman. Það var alltaf verið að breytum nöfn á fyrirtækinu, breytum forstjóra. Það var nánast sko, ef það komið mánaðamót þar sem þú pældir ekki þá getur verið. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.